Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og næstu viðmælendur mínir eru að vinna verkefni sem hefur hvílt mikil leynd yfir og þess vegna fannst mér alveg kjörið að fá þau hingað í þáttinn til þess að ræða það sem má ekki tala um. Margrét Sverrisdóttir og Oddur Bjarni Þorkelsson verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það er ekki sniðugt að tala um eitthvað sem má ekki tala um. Það er frábært. Já. Það er gott efni, sjónvarpsefni. Já. Og hvað er þetta sem má ekki? Ef við byrjum á því. Já, þetta er afar leynilegt leyniverkefni. Já. Nei. Þetta er, þið eru að vinna svolítið fyrir sjónvarp, má ekki segja það? Jú. Ég held að megi alveg tala um þetta. Já. Sko, jú, við erum við erum að vinna að barnaefni. Já. Þáttagerð. Já. Með ykkur. Já, hérna á N4. Á N4. Sem er mjög skemmtilegt. Við erum ekki bara svona gráhærð bara vegna þess að við erum svona erfið í sambúð hvort annað. Nei. Og þetta er ekki bara vegna þess út af COVID, heldur. Nei, það er ástæða fyrir þessu. Það er ástæða fyrir þessu. Ástæða fyrir þessum útgangi á okkur hjónum. Já, þetta er sem sagt að þið eruð að leika í þessu barnaefni. Já. Þetta er ekki bara, þið getur verið að reyna að starta einhverju svona trendi líka, ég meina. Já, og ég meina við verðum sjálfsagt svona eftir nokkur ár. Já, tala nú bara hver fyrir sig. Já, en þetta gæti alveg verið vortískan 2021. Það gæti verið. Og verður það eflaust? Verður það eftir þetta viðtal, alveg tímalaust. Klálega. Já, það er að segja ef maður fengi nú að hitta einhvern, en í ljósi sístu fregna þá náttúrulega verður það bara að gerast á Zoominu að við reynum að starta þessu trendi. Já, einmitt. En ég meina, fólk sér þetta nú heima og getur farið í Hagkaup eða eitthvað og keypt bara lit. Keypti matarlit og... Já, það má alveg sko vinna með þetta. Já. Svo náttúrulega má bara vekja athygli á því að fjólublátt er náttúrulega litur föstunnar, þannig að þetta er bara, getur bara verið hreinlega starfsmíns vegna, sko. Já, einmitt, ég segi það, skilur. Þetta bara getur verið krafa frá kirkjunni. Að prestfrúnum örvöllum sem er fjólublátt þar. Ein kirkja, einn litur. Einn litur, já. Ríkislitur. Ríkisliturinn. Einmitt, sko. Þetta er allt bara mjög löggildar sko pælingar. Já, þetta er mjög djúpt. Þetta er mjög djúpt. Mjög djúpt. Við erum komin svona aðeins undir yfirborðið. Ég meina, við vitum núna, þetta er barnaefni og þið eruð að leika í þessu. Við erum að leika í þessu og Margrét er búin að vera að skrifa handritinn. Ég er búin að skrifa handrit síðan í haust. Já. Einmitt, þannig að það er töluverður aðdragandi að þessu. En bara töluverður. Hann er þó nokkuð langur, sko. Við getum sagt að þetta sé svona farið að detta í árið sem að svona fólk hefur verið að tala saman að gera þetta efni og sem sagt þetta er á vegum Þjóðkirkjunnar sem við erum að búa til þætti alls konar bara. Sem að við dílum við í lífinu. Já. Og það var eindreginn vilji einmitt að þetta væri sem sagt samtalið snerist það að þetta væru N4. Þetta væri gert hérna leikið efni hérna út á landi sem er náttúrulega algjörlega brilljant. Hér er alveg fullt af þekkingu og frábæri fólki. Já. Og hérna ég er gríðarlega ánægður með að það skildi hafa gerst akkurat þannig. Einmitt. Og við erum sem sagt við erum búin að berjast í gegnum fyrsta tökudag. Já. Sem var mjög spennandi og gaman. Og lærdómsríkt fyrir alla aðila. Já, er það ekki? Jú, ég veit að einn tökumaður sagði í Bandaríkjunum förum við nú bara í gegnum 3 blaðsíður á dag. Við fórum í gegnum 12. Já. Og eigum eftir að fara í gegnum miklu fleiri blaðsíður á dag þegar við erum svona farin að smerjast. Orðin heitt og svona. Já, einmitt. Þetta er bara svona hitt ykkur upp með þessum 12. Já. Og við fengum hana Evu Björgu leikmyndahönnu til þess að gera og græja með okkur og þetta er tekið upp í hlöðunni við Litlagarð. Já. Þórhildi og Skúla. Já. Við erum búin að breyta þeirri hlöðu í okkar heim. Já. Svona lítið kvikmyndastúdíó bara. Já. Og Rósa Ásgeirs í Lottunni. Hún er búin að semja fyrir okkur titillag. Við erum að semja pínu meira, svo er ég að semja músík.
Þú ert spenntur, við erum ábyggilega miklu spenntari. Við til dæmis erum að bíða bara spennt eftir að fá pínu klipp úr, sem sagt, eftir fyrsta daginn. Já. Bara til þess að læra sjálf af því ferli, bara til þess að finna fólkið okkar, sko. Þetta er nefnilega svo leynilegt að við vitum eiginlega ekkert um þetta, sko. Nei. Bara, við gerðum bara þetta og svo bara vitum við ekki neitt. Nei, einmitt. Nei, það náttúrulega lítur að vera samt mikilvægt, einmitt að þetta, og það er þó kannski fyrst og fremst aðalpersónurnar sem að þarf að tryggja séu sko réttar, það ekki? Jú. Já, akkurat. Og þær, náttúrulega vegna þess að heimurinn verður til bara hreinlega í síðustu viku, þá meina ég uppsetning leikmyndar og heimsins sjálfs, og þá fer maður smá saman að komast betur inn í persónur, ok, þetta lítur svona út og maður gerir þetta svona og þetta hefur möguleikana, og þá fer maður, en þetta er náttúrulega ekki bara tvívitur bakgrunn, við erum að, þú veist, þetta er eitthvað sem þú þarft að reakta á og þá getur maður farið að finna fólkið sitt. Já, einmitt. Þannig að þess vegna var mjög mikilvægt að við tækjum góðan tíma í fyrsta svona pröfuþáttinn til þess að allir fengju tíma, þú veist, ljós og hljóð og kvikmyndatöka og allir bara að þreifa á hvert öðru. Já, einmitt. Á mjög passívan hátt. Já, Já, en þetta er sem sagt að verða til ennþá í tökum og eftir tökur. Þannig að á þáttunum, sko. Þetta er ekki, við förum einhvern veginn ekki, höfum ekki farið inn í verkefnið. Við förum af stað með fullbúið handrit, en samt er enn að koma hugmyndir, sko. Ég skil, já. Og það er hægt að bregðast við því. Já, af því að þetta er fyrir sjónvarp, en ekki leikur, sko. Þannig að þetta er gríðarlega spennandi, mikil leynd og hvenær getur fólk átt von á því að komast að meiru og svo jafnvel sjá þetta? Það er með haustinu. Já, er það ekki? Jú. Stefán ætlar að klippa þetta, svona röfklippa þetta eitthvað til, en þetta verður full unnið í sumar. Já. Og svona með haustinu þá fer þetta í sýningu. Þá munum við aftur koma til þín og segja það allt aflétta. Ég er mjög spenntur. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og upplýsa okkur allavega það sem mátti upplýsa. Þetta er magna. Bara gangi ykkur vel. Takk fyrir.